Komið sæl aftur og nú erum við á seinni degi forkeppninnar í Íslandsmóti einstaklinga, kalla og kvenna. Enn kjaftfullur salur og stemningin mikil. En mér sýnist öllu að spilamennskan sé eilítið lakari heldur en í gær. Ástæðan er náttúrulega einföld. Olíubyrjun skítarfur og þegar það eru margir að spila með margar tegundur af kúlum og hýðst og hefur brautina, þá verður þetta skítarfið. En erfiðleikar eru til þess að yfirvinna og ef þú ert búin að vera lengi í keilu þá þarftu helst að kunna að yfirvinna erfiðleikana þegar þeir koma. Það mun alltaf verða erfitt að spila keilu. Það er kannski auðvelt í fyrsta leik þegar enginn hefur snert brautina, svo bara verður þetta erfitt. Og í svona móti þar sem eru margir spilarar, misjafnlega góður og misjafnlega margar kúlur, þá verður þetta enn erfiðara. En við skulum kíkja á brautinar og sjá svona hver að spila. Hérna byrjum á kvennadeildinni. Hérna erum við með 4 stöllur. Valgerður Rún, formaður ÍR, Linda Hrönn, Steinun Inga Guðmundsdóttir, hann næstuði datt hún á bumbuna, hún er nefnilega ólétt blessunin og er komin 7 mánuði á leið, en er samt að spila keilu. Það segir okkur að það er að spila keilu alveg fram á barnsburð og koma svo bara með kríli með sér í burðarúmi og halda áfram að spila keilu. Og svo er það Anna Kristín Ólafsdóttir, heyrnarlaus, og þær eru að spila bara ágætis keilu hérna. En eins og ég segi, þetta er erfitt og þegar það er erfitt þá stendur oft glennan eftir og eins og sjáum við bara þarna að það verða oft svona skotin verða skrítin. En staðan í kvenna er þannig að Hafdís Pála er töluvert efst, hún er landsliðskona, en það sem ykkur athygli að Særós Erla Jóhannudóttir frá Akranesi er í öðru seti eins og er. Hún er einungis 13 ára, þannig að við sjáum það að ungdómurinn er alveg að stíga upp í kvenna líka og það er bara gott. En ef við færum okkur aðeins lengra, við sjáum það sem að þegar við erum að sýna ykkur núna á brautum 1 og 2 þegar hann var þar, það er bara glennur þar. En hérna á brautum 3 og 4, hérna höfum við Jónu Gunnarsdóttur í mynd. Hún er búin að mæta í 36 Íslandsmót í röð og ég held hún muni mæta næstu 36 mót, en verður kannski ekki jafn sprækonir í dag, en hún muni örugglega mæta. Það hefur enginn tekið, held ég bara trúi því ekki í nokkru móti, í nokkru íþrótt í heiminum hafi sama manneskjan mætt í landsmót 36 mót í röð. Það verður gaman að henda í rannsókn með það. En Jóna standa sig vel, hún er bara á sínu róli og bara líður vel og hefur gaman að keilunni. Og svo er Karitas Róbertsdóttir og Guðný Gunnarsdóttir þarna, hún á í smá basli, ég sá að hún datt á hann inn á brautina, steig á eitthvað á stigbrautinni og það fó bara niður eftir það. Það er eitthvað mikið að hrjá hann í bakinu og það er ekki gott þegar maður er í keilu að vera illt í bakinu. Og svo erum við með Alexandru Eir Guðjónsdóttur, hún er eina af þessum ungu og efnilegu og er að standa sig mjög vel. En ef við höldum áfram með þetta, og í 3. sætinu eins og staðinu núna eftir 10 leiki er Linda Hrönn Magnúsdóttir sem við sáum á braut 1 og 2, og í 11. sæti í 4. sæti, 4. sæti Katrín Fjóla. 5. sæti er Karitas Róbertsdóttir sem er núna að spila hérna á 3 og 4. Og þetta er líklega hennar besti árangur sem að ég hef séð í keilunni núna á Íslandsmótinu. Og bara yfir höfuð, hún er að bara standa sig virkilega vel og já, sjálfsögðu tók hún 7. Þannig að við færum okkur aðeins, hér eru 4 stöllur, Viktoría Hrund Þórisdóttir og hún á í smá vandamálum. Nanna Hólm er bara fínt, hún er feikjur, lokar öllu, það er það sem skiptir öllu máli í þessum olíubyrði. Margrét Björg er allt í lagi, hún er á bara fínu róli og svo er það Hafdís Pála sem er forustu hlutverkinu í dag og er að spila feiknalega vel. Hún er komin núna með 1960 í 11. leik og það er 1 leikur eftir. Þannig að hún er að spila mjög vel og er búin að vera í forustunni og heldur henni bara áfram. Nanna er að spila, sko ég segi að þetta mót vinnist á
sá sem getur lokað alltaf. Því að ef þú getur lokað feikjónuðinum, þá fellur það að koma, það ekkert að örvenda. Og Nanna að gera það núna, þannig Nanna er í ágætis málum. Nanna núna í 9. sæti eftir 10 leiki. Þannig að hún alveg, það eru 12 það eru 14 sem fara áfram. Þannig að þetta allt í góðum málum. Hér á næstu settum erum við með Önnu Sofíu, Íslandsmeistara með Þorgjöf. Og svo erum við með Málfríði Jóna Freysdóttir. Hún er landsliðskona, Katrín Fjóla landsliðskona og Bára Líf unglingalandsliðskona og eina af þessum ungu efnilegu góðu stelpum sem að koma upp. Anna Sofía að spila bara svona sinni keilu. Málfríður í tómum basli þarna. Bára Líf bara ágætis róli og Katrín Fjóla að spila fínan leik. 200 leikir í dag eru bara gott skor. Það bara virðist vera þannig og svo sýnist mér öllu að því ég var að tala feikjurnar þar sem skiptir máli. En þá það Málfríður og hún sagði nú bara strax leið hún sleppti boltanum og hún vissi nákvæmlega að þetta var mjög lélegt skot. En færum okkur eitt sett í viðbót. Hérna sjáum við Helgu Sigurðardóttur, gamlan, unga keilara. Hún náttúrulega ekki gömul, hún Helga, hún bara ung. En hún að standa sig vel. Og svo það Vilborg Lúðursdóttir af Skaganum. Hún að spila fína keilu, hún bara fínustað. Guðbjörg Harpa og smá vandræðum. Svo það sú sem í öðru seti. Særós Erla Jóhannadóttir, 13 ára. Þannig að stóru stelpunar með alveg fara að passa sig. Ungu stelpunar alveg að skáka þeim. Og hún að vísu aðeins erfitt núna með 3 staka pinna sem hún missir en því miður þá gerist þetta í bestaður íþróttun okkar að við missum staka pinna. En Helga, hún seig, það seigt í gömlu. Þannig að við skulum halda áfram yfirreiðin okkar. Og þá förum við karlamenn en semst 14. sætið Málfríður Jóna eins og staðan eftir 10 leiki og 14. sætið, í 15. sæti eru 3 pinnar sem vantar upp á til að skáka 14. sætinu. Því það eru 14 mann sem fara áfram í kvöld. En í kallaflokki það náttúrulega spennan líka mikil. Hér á þessu setti Hafþór Harðarsson sem forystusöðurinn eins og staðan núna. Hann með 1925 eftir 9 leiki og næsti með 1811. Þannig hann með þægilega forystu en hún fljót að fara í þessu ef að menn haldi ekki vel á spöðunum. Einnig sjáum við Matthías Ernir, ungur og mjög góður leikmaður. Hlynur Örn Ómarsson. Hann getur spilað frá því að spila 170 til 250 og maður veit aldrei af hverju það gerðist. Hann mjög góður á góðum stundum, kastar vel og bara á fínum stað. Hlynur í dag, hann núna eftir þetta hann í hann bara rétt að komast inn sko. Hann í 16. sæti eins og og ef hann heldur áfram að skora núna eins og hann að skora núna þá bara fer hann inn sko. Og svo við líka með Haukur E. Bendinsson hérna og Valdimar Guðmundsson. Ég segi sko ef ég bið tökumannin okkar að zooma þess á Valda hérna. Ég segi hans í röngum búning. Hann að státa Højlund því að hann verður ekki góður fyrir í kvöld í þessum búning. Því að Højlund tók hálft árið held ég að verða þetta góður sem hann með United.
En þarna sjáum við skot hjá Hafþóri og það var 10 stóð en fínn bolti. Heyrðu, þá er það Andrés Páll og hann er fyrir utan 16 manna hópinn. Tristan Máni er í 17. sem er, þannig að hann er að berjast að komast inn og er á fínu róli það að berjast að komast inn. Hlynur er í 16. og Tristan er í 17. þannig að þeir eru að keppa sín á milli og Hlynur er að gera gott og Tristan líka, þannig að þeir kannski bara henda Róbert út þegar það kemur að því. En einnig sjáum við Björn Kristinsson úr KR, hann á frekar erfitt. Hægra megin er Aron Hafþórsson, mjög góður leikmaður og er bara á fínu róli. Arnar Sæbjörnsson þarf 130 pinna í þessum 3 leikjum umfram aðra sem er fyrir ofan hann til þess að komast inn. Þannig að, og með keppnisskapi hjá Adda þá hann gæti alveg sýnt í restina 2 hörkuleiki, sko. En hann þarf háa leikinn núna. Síðan höfum við á þessu seti hérna er Jóel Eiður sem er heyrnarlaus og spila líka keilu og stendur sér bara mjög vel. Tómas Freyr Garðarsson, ungur strákur af Skaganum og mér finnst hann bara nokkuð góður, sko. Hann er orðið mjög stabíll og kastar fínum köstum og er bara góður keilari. Unnar Óli er nýr í keilu, hendi sér í Íslandsmótið og er að spila bara vel á sín mælikvarða. Og svo er það Bjarni Páll, hann er nú gamall landsliðsgarpur og á í smá í vandræðum. Þetta eru margir sem eiga í vandræðum í þessum olíubiti. Og við sjáum það að Tómas Freyr er að fara að kasta núna og við skulum aðeins staldra við og sjá hvað hann er að gera. Mér finnst hann mjög skemmtilegu spilari, sko. Og það er gaman að horfa á hann kasta, sko. Hann er í 14. seti sem er og hann kasta með 2, þetta eru fín köst hjá hann, það er ekkert að þessu. Og eina sem er, sko, að ef hann fengi alltaf fellu þá væri hann annars staðar en á Íslandi. En hann er á Íslandi og þess vegna hann fær ekki alltaf fellur, þannig að annars var hann þá atvinnumaður einhvers staðar út í heimi. Hérna erum við komin á, hér er Matthías Leó, Skagamaður, góður leikmaður. Ísak Birkir, Skagamaður, góður leikmaður. Þessi tveir eru mjög góður og bara ungir strákar. Ég segi ungir þegar menn eru bara undir 30 menn barnungir. Þeir eru rétt skriðandi í 20 ára aldurinn. Magnús Geir, einn af þessum 9 sem er að spila keilu og hann hendi sig bara í Íslandsmótið svo ekkert sé og er að spila vel á sín mælikvarða. Og svo erum við með Skúla Frey, venjulega mjög hátt í öllum mótum en eitthvað á hann í erfiðleikum núna því að hann er ekki að skora jafn hátt og alls ekki eins og hann hefði viljað en olíuburinn fer eitthvað vegi hann. Og svo erum við með einn af þessum ungu strákum sem eru orðnir bara feikna góðir, Íslandsmeistari eins og þannig að það er ekki búið að taka á hann titilin fyrir á morgun. Hinrik Óli, hann er spila fína keilu og þeir eru allir að berjast rauninni toppinn, er að vera hérna í efri hlutanum og eru það og svo bara þurfa þeir bara að halda þessu skori og halda rytmanum sínum í lagi. Og enn færum okkur. Það er fullur salur, þetta er mikil færsla. Hérna er Viktor Snær, mjög ungur drengur en hann er á fínu stað, bara spilar fína keilu á sinn mælikvarða. Sævar Steinn Guðjónsson, hann er bara að verða góður. Það er nú bara þannig. Og verður feiknarlega góður svona með seinna meir. Adam Páll er
á erfitt uppdráttar. Hann er tölvöld betur en þetta. Og þetta er eitthvað erfitt í honum. Samt er hann vinstra megin og fáir að spila vinstra megin, þannig að hún ætti nú að vera ofar. Kristján Þórðarsson spila bara svona á sínu leveli og svo er Andri Freyr sem er í toppnum. Hann er svona í 4. og 5. sæti eftir þessa 9 leiki. Og á síðasta settinu okkar, við skulum sjá hvað Svavar Steinar er að fara að gera. Hann er tveggja handa líka. Við sjáum það, þessi strákar, þeir snúa boltanum alveg, sko. Ég hef verið gladur ef ég hef getað snúa hann svona þegar ég var ungur. En þá er það síðasta settið 21-2, þar sjáum við Gunnar Þór Ásgeirsson. Og hann er tveggja handa. En aðeins eldri en hinnis, þessi guttarnir, en Gunni er að keppast að vera í toppnum. Og hérna er bara á fínum stað. Adam Geir, sá hressast í íþróttinni. Já, þetta er Adam. Hann veit alveg hvernig á að fagna. Þetta er góður strákur, kann keilu og er voðalega gaman á honum. Virkilega góður strákur. Þarna er Róbert Dan, örfæntur. Hann hætti í keilu, byrjaði aftur að þetta er svo gaman. En það líkar engum að fara öfum einu vasan og ekki honum heldur. Matthías Helgi í landsliði eldri og heldri keilara. Og svo er það sá sem var í öðru seti á hann, Magnús Sigurjón Guðmundsson. Hann er að spila fína keilu á fínum stað og eina markmiði sem að þessi gæja sem eru í efstu setunum hafa, það er að vera bara nummer 1, 2 eða 3. Það skiptir ekki máli hvað var það, þannig að sáum við skot sem að held ég allir að haldi, þeir fella, en þar stóð 9 eftir og hún hreyfðist ekki á dekkinu. Þannig að þetta virðist alltaf að vera spennandi, það er ekkert svo mikill munur, en það er svolítið bil frá svona, 19. Andris Páll, 19. Hann þarf 110 pinna til að komast upp í 16. sem segir að hann þarf að vera 110 pinnum betri heldur en 18., 17., 16. og 15. Þannig að það er ekki auðvelt, sko. Sérstaklega þegar eru bara 3 leikir eftir. En það getur allt gerst í þessu og svo komum við aftur inn þegar að þessi seinni 3 eru búnir og þá sjáum við hvernig staðan er. Gullboltinn flaug þarna. En við segjum þetta gott í bili, en við komum aftur inn eftir þegar að seinni 3 eru búnir og þá skýrum við út hverjir eru í topp 16 og topp 14 í okkonum. Takk fyrir að sinni.